Og þetta svolítið, eins og að standa berfisar á Lækjartorgi. Sko ég á móti þessari stefnu að fólk næstum því risti sig á kvið og sýni allt innvolds í sig. Ég eiginlega á móti því, sko. Hins vegar náttúrulega hundleiðinlegt að lesa sögu sem maður veit að lygi. Og mér finnst alveg fáránleg þessi hugmynd fólks að fólk þurfa að vera komið fram á grafabakkann til þess að skrifa minningar sínar. Það ágætt kannski að fólk sjái, maður bara eins og hver annar drullusokkur með sína góðu og slæmu hliðar. Komiði sæl. Enginn veit sína ævina fyrir en öll segir máltækið, en annað virðist upp á teningnum á íslenskum bókamarkaði. Ævisögur reyndar stór hluti af bókaútgáfu hvers árs og sennilega vegna þess að þær seljast betur en flestar aðrar bækur ef vel tekst til. Í fyrra voru ævisögur og samtalsbækur á 5. tug talsins, en talið að fyrir þessi jól verða þær trúlega helmingi færri. Sú þróun hins vegar merkjanleg nú allra seinustu ár að kröfur manna til slíkra bóka að breytast. Að farið að skrá og gefa út ævisögur fólks sem enn tiltölulega ungt eða minnstakosti á besta aldri. Nú fyrir jólin koma þannig til dæmis út ævisögur Bubba Mortens, Þórarins Tyrfingssonar yfirlæknis S.A.A. og Kristjáns Jóhannssonar óperusöngvara, sem allt menn öðru hvoru megin við fertugt, og Megas skráir í félagi við Þórunni Valdimarsdóttur bernskuminningar sínar á Reykjavík til fermingar aldurs. Kannski byrjaði þróunin fyrir 2 árum með metsölubók Bryndísar Skram og í fyrra fylgdi svo bók Guðrúnar Ásmundsdóttur leikkonu sem einnig seldist mjög vel. Maður lifandi skoðar í kvöld hvort menn geti vita sína ævina þegar hálf Ég held að ævisagan skiptir talsverðu máli á bókamarkaði hér og ekki minna máli heldur en víðast annars staðar. Það hefur að vísu verið svolítið viðloðandi hér að fólk heldur að ævisaga sé svona hálfu íslenskt fyrirbrigði og eitthvað sér fyrirbrigði sem að tykkast hér. En ævisögur hafa þetta verið þáttur í bókmenntasköpum allstaðar í veröldinni gegnum áratugi og aldir. Þannig að þetta í sjálfsög ekkert íslenskt fyrirbrigði en við höfum kannski það eru kannski öðruvísi ævisögur skrifaðar hér og það kemst fleira fólk á bók á Íslandi heldur en annars staðar auðvitað með fólksfjölda. Ævisögur og þar með taldar viðtalsbækur uppfylla einhverja þörf sem til dæmis skáldsögum tekst ekki að metta. Það að segja þá þörf okkar fyrir einfaldar lífsreynslusögur sem sagðar í réttri tímaröð sem við getum mátað líf okkar við. Þessar sögur eru sérstaklega vinsælar kannski meðan góðar skáldsögur, bókmenntir höfnuðu hefðbundnum gamaldags söguþræði. Veldið þeirra hefur kannski heldur farið minnkandi undanfarið eftir að sagnahefðin komst aftur í tísku. En ég held að þessar sögur hafi fyrir utan skemmtigildi og heimildagildi sem þær bestu hafa, vafalaust, þá verður þær hráefni fyrir sagnfræðinga framtíðarinnar því þær segja náttúrulega miklu meira frá lífsmunstri fólks. Ég held að svona aðal lestrarhvatinn hjá fólki sé kannski sá að öðlast nánari skilning á sjálfum sér, átta sig á rökum og lögmálum tilverunar og það gerir maður ekki síst með því að lesa ævi annars fólks og allra helst kannski úr sama samfélagi og maður sjálfur. Ævisögur í stórum dráttum alltaf mjög svipaðar. Maður fæðist, fermist og skýrist og giftir sig og svona þetta í raun og veru ósku svipað. En hérna svo þessi svona blæbrigða munur á ævi fólks og það náttúrulega það sem við erum að sækjast eftir þegar við erum að lesa svona sögur. Öllum heimarómi blíðum hæð
og sund í drottins ást og fríði. Gissið báður bát á fiskimýði, blásið þið vindar þýtt á kinnum fríðum. Þórunn nefndi þetta fyrst sem einhvers konar æviminningar eða, já, af ævisögulegs eðlis og mér þótti það ekki fýsilegur kostur. Mér fannst það vera svona bara fremur hallærislegt. En það var ekki málið. Þetta sko, það var ekki spurningin að búa til bók sem væri einhvers konar sko lýsing á ævi eða hluta úr ævi eða neitt þannig. Heldur var þarna að ræða bók og hún sannfærði mig svo það að þetta væri að ræða bók sem væri meira héraðs- og tímalýsing. Og auðvitað héraðið og tíminn sko séður og upplifaður gegnum mín skynfæri sem bass. Og þá komið sem sagt útgangspunktur. Við vinnum úr minningum. 2 bókmenntafræðingar sem hafa lesið verkið yfir í handriti segja þetta sé eins og skáldverk. Þannig að við skrifum verkið eins og setjum það upp og notum stíl skáldsögunar. Og við gerum okkur ljóst að minningar eru svo óræðar, alveg eins og lífið. Og sérstaklega þegar maður er orðinn fullorðinn fyrir að rifja upp bönskuna þá litast það alltaf tímanum sem núna og við erum 2 og þannig að það litast að tímanum sem núna og okkur 2 núna. Svo að við gengum út frá því að við gætum ekkert handla neitt sannleik. Heldur væri þetta allt á óræðu plani eins og minningarnar eru. Þó að þetta sé afskaplega bundið tíma og stað vegna þess að það farið út í þetta sem skrásetningu, sem heimilda skrásetningu, þó það þróaðist svona út í þessa ljóðrænu, að þá þetta voða mikið bara hinn eilífa barn sem vegna sinna veiku burða er pínt og plagað. Ég vil nefna dæmi úr þessu. Við börnin í skólanum, við vorum pínd til þess að opna genið og láta hella á í okkur lýsi. Við vorum pínd til þess að vera í leikfimi á köldum trégólfum. Og við höfum afskaplega litla fituvefi utan á líkamanum til þess að draga úr kuldanum. Við vorum niðurlægð í ljósum þar sem aumingjarnir voru settir í vegna þeir voru svo gráir og gugnir. Ég meina við vorum látin klæðast ull sem stakk okkur. Ég meina svona mætti lengi telja. Þetta náttúrulega manstu einhverju fleiri píslir og pyntingar. Mataræðið. Og guð minn almáttugur. Hræringur. Það loðir stundum við að menn vilji líta niður á ævisögur sem bókmenntagrein í heild og mér finnst stundum að menn átti sig ekki á því að í þessari grein eins og öllum öðrum greinu bókmenntana eru bæði skrifaðar góðar bækur og slæmar bækur. Það eru til lélegar skáldsögur og það eru til góðar skáldsögur. Það eru líka til frábærar ævisögur og afleitar ævisögur. Mér finnst afskaplega mikið metnaðarleysi útgefanda hafa verið núna síðustu árin og náttúrulega ekki síður þeirra sem hafa tekið þetta að sér og umfram allt dómgreindarleysi þeirra sem hafa látið skrifa sig þessar bækur. Finnst mér alveg hreint bara út í kött. Eina bók las ég núna á túrnum, ég vil ekki nafngreina persónu eða bókina eða neitt, en þetta er bók manneskja miðjum aldri. Og það er svo sannarlega stiklað og stóru að þegar ég kláraði bókinu einni nóttu, að þegar ég lokaði bókinni, þá var ég öngu nær.
Ég var engu nær en ég hafði séð þetta andlit í fjölmiðlum og svo framvegis. Það var ekkert, ekki neitt sem sagði mér eitt eða neitt í þessari bók. Ég veit það til dæmis að þekktur höfundur sagði mér það í fyrra þegar við vorum að ræða þessa miklu sprengingu sem var í ævisagnútgáfunni fyrra, að hann hefði þó nokkrum sinnum verið beðinn af forlögum, og þetta var í fleirtölu, að skrifa upp þessar bækur vegna þess að útgefendum þótti vinnubrögð ekki nógu vönduð og viðkomandi höfundar eða skrásetjarar voru í vandræðum og gátu ekki síðan eina leið út úr þessu. Ekki fann ég nú þessa ákveðnu þörf til að skrá sögu mína svoleiðis. Nú, peninga hefur maður náttúrulega alltaf þörf fyrir. En það fer nú eftir sölunni á bókinni, þetta. Þessi ævisaga sem ég skrifaði þarna, ævisaga Þórarins Tyrfingssonar, hún er nú eiginlega samt ekki nema hluta til saga hans. Hún er að vissu leyti líka saga samtaka sem hann gengur til liðs við. Það er S.A.A. En þetta kom mér líka óvart hvað þetta tekur langan tíma að setjast niður með kannski manneskju sem að þekkir lítið og við ætlum að fara að búa til bók, sko, það er... Mér fannst þetta rauninni dálítið fyndið að velja mig til að skrifa þessi ævisögu sem var bindindismanneskja og þekki varla sundur handbolta og fótbolta, en hann hafði verið alkohólisti og handboltahetja. Það var svolítið fáránlega samsetning og það var vonað að við værum svolítið skrítin þarna fyrst. En svo ákvæði það við þyrftum að fara saman í ferðalag. Og það kom ágætlega heim og saman við það að ég vildi ekki hérna skoða áfengistöðvarnar, svo ég sting upp að þessu hvort að við getum ekki farið saman í ferðalag. Hann var svona dálítið vandræðalegur yfir þessu fyrst, en svo var það ákveð og hann segir mér að semst að mæta hann upp á Vogi og við skulum fara saman á Sogn. Þá tókst nú ekki betur til eins og ég var alltaf sein og hann fór undan mér. Ég fókareitist yfir því en ákvaðum samt að keyra eftir honum og hann var svolítið langleitur þarna þegar ég kom svo, en svo jafnaðist það allt. En svo fórum við að Staðarfelli og það var ólega skemmtileg ferð. Fórum hann með sólgleru og fengum okkur gos og keyrðum svo að staða. Þetta var virkilega gaman, sko. Gistum þar nóttina og hann náttúrulega þurfti að sinna þarna ýmsum störfum, sambandi við þessi starf. Og notuðum svo tækifæri til þess að spjalla saman og þá fikk ég ýmsar mjög skemmtilega sögur. Það má eiginlega segja að þá urðum við svona innvígðir vinir, sko, eftir þessa ferð. Það eiginlega gerði útslagið, held ég. Ég held að þetta sé bara gömul bábilja að það með ekki skrifa ævisögur fólks fyrir það orðið gamalt og þetta byggja því að þessari gömlu dýrkun á merkilegum karlmönnum gömlum og sjálfsagt ef fólk hefur gaman að skrifa og einhver vill láta skrifa eins og einhver vill lesa og einhver vill kaupa, þá sé ekki að skipta neinu máli. Ævisagan sem Jónas og Hrifli skrifaði Albert var braut blað að því Albert var svo ungur og því stærri sem menn eru því fyrr má þetta skrifa ævisögur og ég held að sé af henni góða að þessi skrifa sem mest sem flesta, allavega frá sakfræðilegu sjónarmiði þá er hægt að skilja betur þessa tíma sem við lifum á. Ævisögur ungs fólks eru líka með allt öðrum áherslum heldur en fólk sem að lítur yfir löngu liðna tíð að tilfinningar og næmi á smáatriði skipa miklu stærri sess í bókum ungs fólks en þess eldri og rithöfundar, það ber vott þetta líka, rithöfundar hafa talsvert verið að skrifa sína bernsku á liðnum misserum og það er svona angi af þessu sama. Mér finnst þetta bara auka fjölbreytnina og vera af henni góða. Ungu maður, hann er staddur mitt í svona hringrás lífsins og það vantar svona þetta sögulega samhengi. Það er ekki hægt að standa svona upp á hól og segja sko
svona leit þetta út í raun og veru og þessar voru afleiðingarna. Það er ekki hægt. Vegna þess að afleiðingarnir eru yfirleitt ekki komna fram og það er svo erfitt að meta þetta. En það gerir þetta kannski að vissuleyti meira spennandi. Og það hvort að menn skrifa þessa sögu eða hvort hann er skrifuð eftir þeim þeir eru 30, 40 eða 70 áttræðir, það finnst mér aukaatriði. Auðvitað hefur þessi þróun á seinni árum kannski að einhverju leyti komið til vegna þess að ákveðið fólk er kannski meira í sviðsljór sínu heldur en annað fólk og athygli bæði fjölmiðla, lesenda, bókaforlaga og annara beinist að öðrum hópi fólks í seinni tíð heldur en kannski gerði hér áður. Það er erfiðara að kynna og koma á framfæri sögu óþekkts bónda úr einhverri sveit eða dreifðri byggð heldur en sögu persónu sem hefur verið svona mikið í sviðsljósi upp á síðkastið. En það er heldur ekki mælikvarði hvor bókin er betri. Mér finnst það nú dálítið fáránlegt að við skulum segja að manneskja á aldrinum 40 til 50 ára fari að opna hug sinn og segja þjóðinni allt bernsku sína sem að svona er svo stutt í burtu. En mér finnst nú heldur ekki ástæða til þess að vera með einhverja alhlið yfirlýsingar vegna þess að það er sama, það gildir það sama, þær sögur geta þetta verið, þær geta tekist eftir því hvernig þær eru unnar. En ég held að þessar bækur sem til dæmis að ég veit að koma út í haust, mér finnst nú ákaflega augljóst hvað býr þar að baki, af hverju akkurat þær bækur eru gefnar út. Þær eru svona forvitnisbækur. Mér fannst þetta fjarstæða fyrst þegar Inga Huld hringdi í mig og ég byrjaði á að hugsa, hei, hvað er ég gömul? Get ég gefið svona út bók, svona kettlingar eins og ég eða eitthvað? En svo eftir mikla fjölskyldufundi og slíkt, þá ákvað maður að slá til. Og þá upphófst mjög skemmtilegt tímabil að fá að tala sig. Og ég skal segja að ég kemst ekkert upp með það á mínu heimili. En jú, mér leið mjög illa þegar bókin var að koma út. Mér fannst þetta svolítið mikið einhvern veginn að svona mikið hafi verið sagt. En svo kom að þessu að fara að auglýsa bókina og fara að gera til dæmis kápumynd og slíkt. Og ég hélt ég væri vön svona hlutum úr leikhúsinu, að við þurfum alltaf að auglýsa okkar sýningar. En ég sá fram á það að rithöfundar og fólk sem að gefur út bækur, það gengur í gegnum miklu meiri svona auglýsingapressu heldur en leikarar. Og ég man eftir því að það fór heill dagur í að dubba mig upp, hárgreiðslu og smink og alls konar hluti og áður en farið var með mig til ljósmyndara og resultatið var náttúrulega það að gömul vinkona mín sagði við mig, þú fyrirgefur Gunna mín þó ég hendi þessari kápumynd í ruslakorfuna því þú lítur út eins og sendiherra frú sem er að taka á móti gestum sem hún hefur engan áhuga fyrir. Sérstaklega þótti mér vænt bréf frá konu sem hafði fengið bókinu í jólagjöf og lesið hana jólanóttina og til sér svo fram í eldhús og skrifaði mig bréf af því henni fannst ég hafa sýnt sértrúnað og vildi einhvern veginn svara mér í sömu mynd og fleiri viðbrögð frá fólki sem voru svona hlýjandi. Ég veit að það hefur ýmsu breytt að þessi bók er komin út. Kannski er ég sjálf einum of einhvern veginn hrædd að tala það við fólk þannig að ég eiginlega get ekki sagt þér hverju það hefur breytt en ég veit einhvers staðar undir niðri að það hefur breytt miklu.
Já, fólki, lesendum, leikur augljóslega mest forvitni á að lesa fólk sem að áberandi í samfélaginu og þar með fjölmiðlunum og það gjarnan yngra fólk sem að kveður að. Þannig að, já, mér finnst það ekki ósennilegt að þróunin haldi áfram í þessa veru. En svo þetta náttúrulega líka þetta breytta þjóðfélag, þetta auglýsingaþjóðfélag sem að við lifum í nú stundir, að það hægt að búa til persónur og auglýsa þær upp bara í þessum plastritum. Þá koma fram alls konar persónur sem að undir ýmsum öðrum kringumstæðum myndu ekki vekja neina athygli og engum myndi detti í hug að skrifa ævisögu þeirra eða samtalsbækur fyrir þeir væru konur á áttræðisaldurinn eða kannski dauðir. Ungt fólk að skrifa minningar, hvers vegna ekki? Hvað það sem segir að það sé banalt eða út í hött? Hvers vegna þetta einkamál aldra fólks? Ég held að minni ung fólks sé töluvert í betri lagi, maður fertugt eða maður áttrætt og til dæmis mín æska, ég ólst upp í Vogunum þegar að þeir voru nokkurs konar Breiðholtsins tíma og þar sem að Hagkaup og allar þessar byggingar í dag voru sveitabæir og byggðin endaði við Steinahlíðinni yfir Ellár og leikirnar okkar og svo framvegis, þeir eflaust eitthvað öðruvísi en það sem að gerast í dag. Ég sá ekki sjónvar fyrir ég var orðinn 12 ára gamall og svo framvegis. Þetta ekki nema hálfsagðar sögur en hins vegar á ungt fólk alveg eins rétt á því og eldra fólk að fá sögur samferðamanna sinna til þess að máta líf sitt við og kynnast betur. Þetta svona eins og með jarðafarir sko. Ef maður deyr ungur þá koma margir í jarðafarina. Ef maður deyr háaldraður þá kemur enginn. Og allt þess ekki svipa með bókina lesendurna. En ég held að sé þetta aldrei gott að maður enn í kviku lífsins. Maður enn þá og kannski gerir það manni erfiðara fyrir að vera opinskár og tala frá hjarta sínu. En það allt í lagi að það sé erfitt. Það ekkert varið í neitt sem mjög auðvelt. Nú andar suðrið sæla vindum blíðum á sjónum allar bárur smá að rísa og flykkjast heim að fögru landi ísa að fóstur jarðar minnar strönd Það nú búið að liggja mikið á mér gegnum tíðina og það mjög snemma. Upp úr 84 fóru útgefendur að tala við mig, hinir og þessir, og spurja hvort að ég væri ekki til í að skrá einhvers konar minningar og þá ekki kannski beint í þessu ævisögu formi heldur voru að falast eftir svona innarbúðar leyndamálum úr popheiminum sem hefur oft verið mönnum hulinn. Það var nú ein kveikjan að því að ég sló til að ég sá þarna kannski dæmi til þess að sýna fólki þessa hlið á poppinu. Hún bæði fyndin og ljót og skemmtileg. Bubbi ákaflega merkileg manneskja og sérkennilegur einstaklingur sem hefur frá mörg að segja. Hann segir í bókinni eiginlega þungamiðja bókarinnar má segja að sé paradísarmissir. Hann lýsir ákaflega myndrænt og skemmtilega yndislegri bernsku, öryggi og hamingju og síðan lýsir hann því hvernig líf hans verður að martröð og gerir það sömuleiðis ákaflega vel, segir frá því hvernig hann á viðkvæmum aldri rændur öllu sjálfstrausti og þessi saga held ég að sé gagnleg og lærdómsrík fyrir jafnaldrans, fyrir yngra fólk,
fyrir alla þá bubba sem eru hugsanlega villast í skólakerfinu núna á þessari stundu þegar við sitjum hér saman. Og svo er sagan mjög lærdómsrík fyrir uppeldisstéttirnar sem í hans tilviki brugðust gersamlega. Ég vil nú ekkert vera að höggva á spennuna sko, en það eru hlutir þarna sem eru og mörgum finnst mjög viðkvæmir og maður ætti ekki að ræða og þá getum við verið að fjalla innanbúðarmál Pálljónsveita og kvennamálin þær í kring og móralin í kringum túrana og hvað skeður í rútunum eftir ball og svo framvegis og og það eru oft á tíðum langt frá því kannski að vera fallegar myndir en svona var þetta og svona var maður þannig að mér þótti þetta erfitt og ég svona hugsaði út í það og freistaðist til og hugsa ég er nú ekki bara hægt að sleppa þessu og tína kannski eitthvað jákvæðara fram og viðhalda kannski þessari ákveðni ímynd sem hefur verið smíðuð í kringum hann. En svo hugsaði ég með mig nei vegna þess að það er ágætt kannski að fólk sjáu maður er bara eins og hver annar drullusokkum í sína góða og slæmu hliðar. Og auðvitað skiptir máli að ég er kona og ég er þetta miklu eldri en hann. Það myndar svona kannski visst móður-sonar samband sem veldur því til dæmis að hann þarf ekki að vera töff við mig, hann þarf ekki að sýnast eins og hann hefði hugsanlega gert ef karlmaður og svipuðum aldri og hann hefði talað við hann. Þetta er náttúrulega allt saman ágiskanir hjá mér en ég held að þetta skipti allt máli. Sumir sögðu við mig þú ert að eyðileggja ferilinn, þú ert að eyðileggja ímyndina þína. Þetta eru hlutir sem eftir að koma þér í koll og svo framvegis. Gott og vel, ég tek því þá. Nei, þessi þróun er að gerast mjög víða í nálæga löndum og bæði í Bandaríkjunum og á meginlandi Evrópu hefur orðið mikil aukning í ævisagnaútgáfu á síðustu árum, eða 10-15 árum getum við sagt og þar gildir það sama eins og hér að aldur þeirra sem eru sögumenn lækkar og það er yngra og yngra fólk sem kemur fram í þessum sögum en það er annað sem líka vekur athygli og kannski á eftir að gerast meira hér að til dæmis í Bandaríkjunum er farið að nota ævisöguformið til þess að koma á framfæri ýmsum upplýsingum öðrum heldur en bara æviferil viðkomandi manns. Það er verið að reyna að koma til skila fróðleik, nánast kennslu. Hins vegar finnst mér að íslenska ævisöguritun vanti bagalega einn þátt sem er ríkur í ævisagnaritun grannþjóð okkar og það eru gagnrýnar ævisögur látið fólk, mikilmenni, brautryðjendur. Almennt held ég að megin og segja að útgefundum hafi ekki reynst erfitt að fá fólk til að taka þátt í þessum bókum. Hins vegar virðist mér kannski eins og það sé eitthvað að breytast núna og ég held að megin skýringin á því sé svo neikvæða umfjöllun sem að hefur gosið upp beinlínis og kringum síðustu áramót þar sem að ævisögur og samtalsbækur hafa verið afgreiddar á einu bretti sem bölvar rusl. Að fólk sem að sér þessa háværu umræðu, það veigrar sig freka við því að taka þátt í þessu. Þetta vantar, ég veit ekki af hverju en ég auglýsi hér með eftir gagnrýnni vel skrifaðri ævisögu Jón Sigurðsson, Hannes Hafstein. Mér finnst gaman að lesa líf annars fólks. Ef það er heiðarlegt og opinskátt þá svona er það líkt og maður sé að kynnast þessari mannesku og það er eitthvað í tilverunni í dag að við viljum heyra sagt frá lifandi fólki. Það er eins og við séum að fara lengra frá skáldsögun. Við viljum eitthvað raunveruleika.